Samstöðin fjölmiðill í eigu almennings. Þá það komið að háskólasamfélaginu. Við höfum svona undanfarna daga fengið hingað fólkið sem hefur boðið sér fram til rektors Háskóla Íslands og svona nota tækifæri til þess að ræðum háskólan sem einn af svona grunnstoðum samfélagsins. Og hingað komin Kolbrún Pálsdóttir sem forseti menntavísindasviðs háskólans og býður fram til rektors. Það einhverjum tímamótum háskólinn líklega á. Við erum alltaf á öllum tímamótum. En ef ég myndi spyrja þig svona hvað það svona mikilvægustu verkefnin sem að myndi bíða nýs rektors? Þau eru ansi mörg og eins og þú segir, þetta eru ótrúlega spennandi tímar. Og það svo magnað að starfa hjá stofnun sem að kýsi leiðtoga. Og það það sem við erum að gera núna í háskólasamfélaginu og við erum að tala saman og við erum að rýna í hvert eru komin og hvert við viljum fara. Það auðvitað ótrúlega brýn viðfangsefni framundan. Við verðum að sameina kraft okkar og vinna með stjórnvöldum að því að háskólastarfseminni verði nægilega vel fjármögnuð. Við verðum líka að styðja við samvinnu og vinna saman þvert á háskóla. Ég held að það sé eitt af brýnu stóru verkefnunum. Og auðvitað líka bara að vinna með samfélaginu að því að nýta þekkinguna, hugvitið og efla háskólamenntunina í þágu fyrir samfélagið allt. Það auðvitað það sem háskólinn hlutverk hans og hefur verið frá því hann stofnaður fyrir ríflega 100 árum. En bannanlega að spyrja til hvers? Akkur ættu við að gera það? Já, ég held að við náttúrulega stofnuðum þennan háskóla til þess að efla og styðja íslenskt samfélag og íslenska þjóð. Og uppalega þetta embættismannaskóli eins og við vitum og svo hefur hann alltaf breyst alveg afskaplega mikið á þessum 100 árum og hvað þá líka bara síðustu 15-20 árin. Og eru þetta Háskóli Íslands svo mögnuð stofnun vegna þess að þetta menntastofnun, þetta vísinda- og fræðasamfélag, þetta eitt stærsti vinnustöður landsins. Og þetta líka eitt stærsta nýsköpunar og þróunar vettvangur fyrir íslenskt samfélag. Háskólinn, hann vinnur með samfélaginu, hann vinnur með atvinnulífinu, hann vinnur með stofnunum samfélagsins, hann mentar hér fagfólk til starfa fyrir okkur. Hann líka vettvangur fyrir ungt fólk og fólk á öllum aldri sem bara að leita sér að menntun, þroska, sækja sér þekkingu og efla sig. Þannig að þetta alveg ótrúlega áhugaverð stofnun og samfélagi að vera hluta af og þess vegna meðal annars ákvað ég að bjóða mig fram núna. Þú bentir á að rektor kosinn og það ekki algengt raunverulega, það frekar fátítt. Felst í því að rektor ekki bara ráðinn til þess að reka þetta batteri, heldur á hann að vera svona eins og biskup með eitthvað svona einhver leiðtogi svona hvernig háskólasamfélagið, hvert hlutverk þess, hver staða þess í samfélaginu, hvert að það þróast? Heldur betur. Rektor þetta, æðsti stjórnandi háskólans og leiðtogi hans í mjög svona víðum skilningi, hann ber vissulega ábyrgð á rekstri skólans og svona eins konar framkvæmdastjóri, hann leiðir fjármálanefndina, hann þarf að tryggja að þetta gangi allt vel, en hann auðvitað talsmaður alls háskólasamfélagsins, hann þarf að halda uppi mikilvægi og hlutverki og vera í samfélaginu. Hann á verið í samtali við samfélagið eins og raunar við öll sem störfum þarna inni, fræðafólk okkar auðvitað í mjög miklum samtali við íslenskt samfélag og alþjóðasamfélag og við erum bara búin að ná auðvitað alveg ótrúlegum árangri með okkar Háskóla Íslands sem upphaflega var fyrst og fremst svona þjóðháskóli til þess að þjóna okkar hagsmunum, mennta okkar fólk en orðin bara öflugur alþjóðlegur rannsóknarháskóli, öflugur í alþjóðlegu samstarfi. Og þannig að rektor gegnir mjög margþættu hlutverki og þess vegna þetta svo dýrmætt og þetta svo sérstakt að við séum að kjósa rektor. Það alls ekki alls það gert í háskólum í kringum okkur. Hann æðsti embættismaður, hann í stjórnkerfinu inn í háskólanum
En hann líka fulltrúi háskólans út á við, þó alls ekki þannig að allir sem í háskólans eru einhvern veginn að fara í gegnum rektor, þetta valdreið samfélag og það þannig, en hann gefur tónin býst við, en síðan það líka, hann þarf að hafa bein í nefinu, þetta stað í lappirnar, það alltaf verið að vísa í eitthvað svona tungumál og gagnvart stjórnvöldum sem oft eru með markmiðum að breyta háskólanum kannski öðruvísi heldur en að háskólasamfélagi myndi vilja fara. Já, algjörlega og eitt af grunngildum háskóla allan heim akademískt frelsi. Það það að þetta sérstök stofnun sem stendur vörð það að þarna kemur fólk saman og starfar fólk og nemur fólk sem brennir fyrir því að skilja og skapa þennan veruleika og þetta samfélag sem við búum í. Og það ótrúlega mikilvægt að standa vörð þetta sérstaka hlutverk háskóla í samfélaginu. Og og auðvitað gegnir rektor þar mikilvæg hlutverki að standa vörð þetta akademiska sjálfstæði og frelsi fræðafólksins, hann að tryggja því rými til þess að stunda sína rannsóknir og sín fræði og hann þarf líka að standa vörð faglegt sjálfstæði háskóla. Hann þó hann sé ráðinn til verka, hann vissulega embættismaður, þetta Háskóli Íslands, hann þjóðareign, hann í eign okkar alla og rektor þarf að tala máli hans og hann þarf líka að vera hann þarf líka að vinna með samfélaginu, hann þarf að tryggja að það sé verið að nýta okkar kraft og innviði og það sé verið að horfa til þess sem við erum að gera og það eitt sem ég vil nefna sem mjög mikilvægt. Fræðasamfélagið sjálft, vísindasamfélagið, það ekki óháð því sem að gerast heim allan eða þeim áskorunum eða átökum sem við sjáum í samfélagum allan heim. Við sjáum hvernig bara markaðsvöldin hafa heldur betur riðið sér inn í vísindasamfélagi þegar við lítum til þess að hér þurfa nú fræðimenn og við í vísindasamfélagi þurfum að borga fúlgur fjár fyrir að birta okkar efni í opnum aðgangi og það vissulega þrýstingur á okkur og það sótt að okkur eins og í raun og veru úr öllum áttum og við þurfum að standa svolítið í lappirnar hér. Ég hef rætt við hina frambjóðunar áherslur og stundum hefur það komið fram að það vanti kannski aðra áherslur sem hafa kannski ekki verið ríkjandi þetta verið 20 ári, ekki síðan að Páll Skúlason var rektor og það þeirnið ekki. Það passar. Já. Finnst þér það að myndir þú vilja taka upp eitthvað þann tón sem hann gaf í umræðu háskólann og hlutverk hans í samfélaginu? Ég náttúrulega mótuð og inspireruð á alla kanta af föður mínum og sótti mér reyndar menntun einmitt í heimspekinni, það var grunnnámið mitt og það var mér bara gríðlega góður grunnur en síðan lágu leiðir mínar annað og ég hleypti svo sannlega heimdraganum og eftir að hafa fór á svið menntavísta þar sem ég hef hræst og lifað. Þú ert ekki frambúð í hans nafni en svo sannarlega ekki. Svo sannarlega ekki. Fram í vitrunum þá finnst mér bara að sjálfsögðu. Ég nú bara stolt af hans framlagi til Háskóla Íslands og ég hrifst gríðarlega mikið af góðum og gömlum gildum sem háskólinn setti sér fyrir líklega 20-30 árum. Ég nú ekki alveg viss hvort það var í hans tíð en það jafnrétti, akademískt frelsi og fagmennska. Mér finnst mjög falleg, mér finnst mjög mikilvægt að við kjörnum okkur svolítið núna. Mér finnst það tímabært og myndist á hana hverjar eru verkefninu og áskorunum framöndan. Við þurfum svolítið að kjarna okkur, við þurfum svolítið að rifja fyrir hver stöndum hver við erum og sameina kraft okkar. Ég svolítið búin að tala það í kosningabaráttunni. Ég vil sameina krafta háskólasamfélagsins. Þá ég að meina það að við þurfum að leiða og styrkja samvinnu og lyfta því upp hvað við vinnum mikið saman og hversu mikilvægt það að í íslensku samfélagi, bæði í vísindasamfélaginu, fræðasamfélaginu og svo þau skoðum bara verkefnin innviðin okkar, menntakerfið okkar, heilbrigðiskerfið, innvið og annað. Við þurfum að kröftum ólíkra aðila með ólíka sjónarhorn, fólk sem vinnur við að skilja,
félagsleg kerfi, hvernig samskipt okkar fara fram, hvað skiptir okkur máli, hvernig tæknin að hafa breytingar á líf okkar og bara hvaða sem gefur líf okkur gildi, hvert við viljum stefna, hvernig samfélag viljum við búa til. Við lifum auðvitað á svo tímum og höfum verið á svo mikill hraðri siglingu síðustu árun og áratugina þegar við lítum á fjóruðu iðnbyltingun ekki satt, stafræn þróun, gervigrindin og allt þetta og svo líka alþjóðar hræringar og þú veist, við getum skoðað heimsfaraldurinn, vakt á nokkur, hvað gerðist, breytist eitthvað eða duttum við svolítið aftur bara í sama hraðan og sama farið. Þannig að, jú, að einhver leiti viljum þetta draga svolítið fram mikilvæg þess að lyfta upp öllum vísindunum okkar og fræðunum okkar, hugvísindunum, félagsvísindunum, menntavísindunum og hvernig við vinnum saman með þeim sem starfa í raunvísindunum og heilbrigðisvísindunum og ég segi saminu eru við sterk. Við heyrum stundum frá stjórnvöldum að við eigum að leggja áherslu á tiltekna greinar sem eru þá oft raungreinar og svona greinar sem hafa praktíska þýðingu fyrir atvinnulífið. Stundum fæ listinnar að hluta með en þá svona sem hönnun eitthvað slíkt en ekki þá arts í svona hugtakinu í menntunum það sem eru heimspeki og fleira sem að fær ekki að hluta með. Það er svona áherslu stjórnvalda að sumt af því sem að við fáum út úr háskólanum er gott og gilt en háskólanum soldið að eyða orku í eitthvað sem að hefur ekkert gildi. Já, það er alveg rétt hjá þér og þetta hefur skapað svona togstreitu og átök en þetta er bara í raun og veru þetta líka endurspeglar það hversu vanfjármagnar háskólinn er. Við erum að berjast mjög litla köku til háskólastigsins og við innan háskólans erum líka, nú er ég búin að fara eins og við öll rektorsamböndur og tala við kollega minni nánast öllum deildum og einingum háskólans og þar er bara fólk með verulegar áhyggjur og berjast fyrir hverju einasta stöðugildi og fá að ráða inn og líka geta bara styrt sína doktorsnema og nýdóttara sem eru okkur svo mikilvæg en við verðum auðvitað að efla stemmentun, við verðum að styðja við atvinnulífið, við verðum að styðja við tækniþróun og bara þegar við horfum á svona stöðu, svona kjarnagreina, starffræði, náttúruvísinda, líffræði, hver fáir sæki þessi fög en einnig í íslenskunni, ég vil nú nefna það líka. Það er rosalega áhyggjuefni hver fá koma nú til náms í íslensku við Háskóla Íslands og það eru bara mörg fög sem eiga svolítið undir högg að sækja. Þessi fög og það við í Háskóla Íslands erum auðvitað algjörlega leiðandi því að við berum ábyrgð á svo mörgum námskeiðum sem engin annar háskóli er að kenna og það er okkar ábyrgð. Við erum stærsti háskóli landsins, við erum með 2/3 hluta háskólastigsins þegar litið til bara fjölda nemenda og fjármagns og annað og það er gríðarlega mikilvægt að standa vörðum þessar greinar, allar saman og við eigum ekki að þurfa að bítast á svona mikið en þetta er flókið og ég held að eitt af verkefni stjórnvalda í samvinnu við alla háskóla landsins og ég held að rektor Háskóla Íslands verði að taka mjög virkan þátt í því, það er að samþætta og skoða til þess hvernig þetta háskólastig er skipulagt, hvernig skiptum við með okkur verkum, hvernig vinnum við meira saman. Þetta er eitt af því sem mér fannst jákvætt við þann sjóð sem var settur á laggirnar af fyrrverandi háskólamálaráðherra að hafa hvata til samvinnu. Svo má takast á það. En þú sátt við þá ákvörðun? Nei, ég held að það hefði mátt útfæra það miklu betur. Og þetta var mjög tilviljundakennt og þetta var hvers konar verkefni fengu styrki og hefði þurft kannski markvissar að fara til háskólastigsins sem að myndi sjálft ráða ráðum sínum en til þess að byggja upp sameiginlega innviði. Það er okkur mjög mikilvægt. Við erum bara tæplega 400 manna þjóð. En áherslan á raungreinar sem eru í umræðu í pólitíkinni sem ég nefndi áðan og svo þessi að taka þarna eitthvað 2 milljarða og endur útluta þeim utan háskólans. Finnst manni vera merki svona hugmyndir í stjórnmálunum að
að háskólinn kunni fótu sinum ekki alveg forráð. Það sé nú kannski snjallar að einhver sé að segja ykkur hvernig þið að mæta þörfum samfélagsins, því ef að við látum ykkur vera þá endið þið með því útskrifendum að kynjafræðinga. Svo ég tali nú bara eins og Brynjar Níelsson eða eitthvað. Já, nákvæmlega. Þú kannast við þessi tónn er svolítið ríkjandi. Og ég get alveg sagt það. Og bara víðar fyrir háskóla, þetta er til þess gagnrýni á grunnskólakerfið það að grunnskólakerfið getur ekki vaxið sjálft og mætt sjálft áskorunum ef það væri þokkalega fjármagnað. Heldur verði að koma einhvern veginn svona ordrur utan, eða kennararnir verða að hafa einhvern yfirmann sem að fer með budduna og stýrir kennarunum í því að kenna það sem við þurfum raunverulega að halda, því að ef við treppum lausum að þá verður þetta bara eitthvað villisa. Ég ætla að fá að skjóta eina að þú tekur grunnskólinni í þetta. Við vorum einmitt, höfum haft fyrirlesturaröð núna í vetur, alþjóðlega fyrirlesturaröð menntamál hér við Háskóla Íslands, menntavistarsvið, og þar fengum við einn mjög áhugaverðan írskan fræðimann sem var einmitt að tala og hans yfirskrift var hvernig samfélag þarf skólinn okkar á að halda, ekki hvernig skóla þarf samfélag á að halda. Mér fannst það mjög snjöllur og mikilvægur viðsnúningur. En varðandi það að láta okkur sækjum og segja okkur hvernig að gera. Já, ég er algjörlega, við eigum að vera við eigum að fá að ráðum okkur sem mest sjálf, svo sannarlega, og við þurfum ekki í raun og veru fleiri samkeppnissjóði og að leggja þá vinnu og okkar fræðafólk og að sækja styrki endalaust. Það þarf auðvitað bara að tryggja fjármögnun til háskólastigsins og þá ekki síst til Háskóla Íslands til að standa undir þeim margþættu verkefnum sem hann leiðir og aðrir ekki. En við erum samt hluti af heild, við erum með ákveðið háskólakerfi og það er mjög spennandi það sem er svona verið að vinna og ræða en það eru mörg handtök eftir og það eru mörg samtöl eftir og þetta er verkefni sem mjög spennandi að taka þátt í. Það hefur við fylgjast með því í Bandaríkjunum. Það sem að hefur náttúrulega marga undanfarna áratugi hefur auðugt fólk eiginlega náð undirtökum í háskólanum, þeir eru mjög háðir framlögum og slíku og svona undanfarið þá við séð hvernig það allt í einu herðir völdin fyrir að leggja línunar hvað megi kenna, það er komnir orðalistar hvað megi vera í til dæmis styrki og annað slíkt og bara að sveigja háskólakerfið. Ég býst ekki við að við séum í slíkri stöðu en það sem ég er að vísa til með áherslunar og raungreinarnar og samkeppnissjóðin og fleira eru merki að þetta traust sem að kannski var áður á að háskóli myndi sjálfur finna hvernig hann geti best þjónað samfélaginu, að hann væri eitthvað svona náttúruleg lífræn fyrirbrigði sem að myndi svara þörfunum automatískt bara með því hvað nemendurnir veldu, hvað prófessornir kísu að rannsaka því að öll lifum við í samfélag þar undir gottunum. Það er eins og að þessi trú sé að gefa eftir þótt að þetta sé ekki síkt og í Bandaríkjunum sem að ég held að sé bara ástæða til þess að hafa verulegar áhyggjur af háskólasamfélaginu og þá alþjóðlegu háskólasamfélagi því ef við missum bandaríska háskóla að það er ansi mikið högg bara fyrir háskóla í heiminum. Bara algjörlega og ég tek undir það. Þetta er náttúrulega bara skelfileg þróun og við getum og við erum í auðvitað forréttindastöðu hér í Háskóla Íslands og hér á Íslandi að vera ekki komið þangað og þangað viljum við náttúrulega alls ekki fara. Ég misti þráðin í spurningunni. Já, ég er að spyrja hvort að sé tenging þarna á milli að þótt að við séum ekki í sömu stöðu og í Bandaríkjunum. Hvort að við þekkjum það nú bara að það sem er gert í Bandaríkjunum það endanum kemur hingað. Ég held að við borðum öll meira og minna orðið eins og Kaliforníubúar. Við lifum í bandarískri öld og allar hugmyndir þeirra og fleira síast inn og það er verið að flytja inn menningarstríði sem er í Bandaríkjunum þótt að við kannski finnum enga svona efnahagslega ástæðu fyrir því. Við erum ekki með riðbelti og annað slíkt en samt flytjum við þetta inn og þetta er bara ríkjandi í stjórnmálumræðinni og verður örugglega ríkjandi afstöðu margra til Háskóla Íslands. Já, og ég líka bara auðvitað hef áhyggjur af því hvað svona grunn orðræðan og umræðan er oft. Lítill skilningur á því í raun hvað er í gangi í háskólanum og í fræðasamfélaginu og hversu ótrúlega fjölbreytt og mikilvægar rannsóknir
verkefni eiga sér stað þar og sko og þegar að kemur að stemminu þú veist, hvar lagður grunnur á því og hvað máli, hvað stemm, fyrir hvað stendur það og eða stím eins og ég reyndar vil frekar kalla þetta og taka það sem þú nefndir allt siðinn vegna þess að þú veist, það bara einmitt á vettvangi lista, hönnunar og sköpunar þar einmitt svo, þú veist, það sem eitt mest spennandi verkefnin þegar við erum að skoða miðlun á vísundum og tæknum, það þegar að fólk af þessum sviðum leiðir saman hesta sína og að sko, bara í menntakerfinu, í skólum landsins, þar þarf þessa fjölþættu nálgun og þar þarf skapandi greinar, list og verkgreinar sem ég einmitt svo stolt af að við á Íslandi höfum staðið vörðum, það samt sótt að þeim, en þetta þú veist, þetta leiðin til að ná til hjarta fólks og leiðin að áhuga fólks kvikni á umhverfi sínu og á vísindum og á því að skilja hvernig eldgos virkaði eiga sér stað eða Já. Við lifum svona tíma mikið upplýsingaóreiða eða svona glundróði og það kannski ekki gefið, kannski voru við svona einhvern tímann fyrir mörgum áratugum svona bjartsýn á það að grunnur undir almenna umræðu yrði svona sannreind þekking og það besta sem við vissum. En svo ekki orðið að grunnurinn í svona pólitísku umræðu oft bara eitthvað hersei sem einhver las í listabréfi í dönsku blaði til jafngildis við einhverjar vísindalega rannsóknir sem hafa verið lagðar fram og líka það hefur verið byggst upp ansi öflugt svona þekkinga iðnaður frá svona þingtöngum sem auðugt fólk rekur og við höfum myndað því til þessi viðskiptaráði sem ég hugsa að hafi bara meiri áhrif á fréttamat Ríkisútvarpsins og hvað til umfjöllunar í Kastljósi heldur háskólinn samanlagt. Sko. Já, það nefnilega dálítið og það þetta mikið ágjörefni og þetta þarna á fræða og vísindasamfélagið að stíga inn og halda á lofti upplýstri umræðu og það það sem að háskólamenntunin auðvitað á að leggja sitt á mörkum að gera sem sagt að efla gagnrýna hugsun, sjálfstæða hugsun og rýni og svona ýta í sína nemendur hér að virkilega rýna í og bara og sko efast það nú eitt bara líka þetta nú svona kjarnaverkefni hlutverk þeirra sem að leita nýri þekkingu, það að vera alltaf að efast hluti. Þú veist, það alltaf að vera að segja, betur, akkur að segja þetta, hvers vegna segir þetta, á hvaða grunni, skilur, rökræðan en ég vil samt líka segja það að við þurfum líka að vera gagnrýnin á fræðasamfélagið og vísindasamfélagið og við þurfum að vera svona örlítið hógvær líka stundum sjálf, bara þekkingasköpun og bara það hvað við teljum víst og örugt í dag, það ekkert alveg, þú veist, það getur verið komin nýjar upplýsingar og ný þekking á morgun. Þannig að sko, og það líka bara, við lítum á hinn alþjóðlega bara vísinda heim, það alls konar hlutum haldið fram sem að kannski ekkert alltaf á nægilega sterkum grunni. Það líka háskólamennta fólk sem að vinnur hjá þessu þingtöngum sem bara matreiða pólitíska stefnu hinna ríku. Einmitt, og hér má eiginlega segja, og ég tek undir með þér, að þessi upplýsingaóreiða, þessi miðlun síbylja og þar sem að við mörg og nánast öll erum bara skrollandi og sækjum okkur við Googlum upplýsingar og þess áttar, en háskólamenntun hér þarf að tryggja grunnstóðir hennar og að þar sé staðið vörð gagnrýna hugsun og sjálfstæða svona upplýsingaöflum og líka bara svona pínu hógvarð í þetta allt saman leið og við höldum að gildi því sem að best vitað og við vitum í dag og teljum sannast vera. En ég vil nefna eitt hér sko, mér finnst nefnilega, ég hef svolítið ágjör af því að við erum líka í svolítum bergmálshellum í okkar fræðaheimi. Það svolítið þannig og þó ég er ótrúlega stolt af Háskóla Íslands og því magnaða
þekkingarsamfélagi sem það og að þá eru það þannig að við erum mjög stór, við erum skipulögð í 5 skóla, fræðasvið og sem urðu til fyrir 17 árum þegar Kennaraháskóli Íslands sameinaðist Háskólanum og vissulega mikið þverfræðilegar rannsóknir, það eru nokkrar þverfræðilegar námsleiðir og meðlans í kennaramenntuninni, þar eru við í samvinnu við önnur fræðasjóðdeildir menntun framhaldsskóla og grunnskólakennara að einhverju leyti en við höldum okkar ráðstefnur, þá hittast allir menntavísindafræðingarnir og tala saman. Við höldum ráðstefnur í náttúruvísindum og þá hittast náttúruvísindarnir. Þetta eru einhverjar undantekningar hér og Við hefum nú háskólatorg þess að getur borðað súpu saman. Við höfum háskólatorg og ég nú bara ótrúlega stolt af því að faðir minn átti nú mikinn þátt í því að það var til. En það eru komin mörg ár og nú finnst okkur að sjálfsagt. Það stórkostlegur vettvangur og ég man bara eftir því ég var í námi á þessum tíma og þá voru kaffistofur og mötuneyt í öllum byggingum og maður hitti aldrei lögfræðingarna eða félagsvísinda fólkið sem var í Odda en allt í einu hittust við og heilsuðumst og borðum súpu. Ég á mér draum núna sem ég myndi vilja vinna og það að byggja upp nýja miðju rannsókna, þverfræðilegra rannsókna. Það eitt mjög spennandi verkefni sem háskólinn hefur að vinna á síðustu 15 árum eða svo. Það að byggja upp vísindagarða Háskóla Íslands í Vatnsmýrinni. Það í raun og veru verkefni sem í eigu Háskóla Íslands 95% og 5% í Reykjavíkurborgar. Grunnurinn var sá að Reykjavíkurborg gaf háskólanum lóðirnar í Vatnsmýrinni. Til þess að byggja upp samfélag, efla vísindin og efla hagnýtingu þeirra og tengsl við samfélag og atvinnulíf. Það nú einhverju svona kallar sem eiga þess hús, þannig að Vestmann á húsið þarna. Já, það og ekki Kári sitt hús. Jú, ég meina og háskólinn og vísindagarðar hafa hagnað lóðarleigunni. Og þetta vettvangur, þetta hugsað til þess að byggja upp við erum náttúrulega á þeim stað að við erum komið ótrúlega, tökum íslenska erfðagreiningu, náttúrulega ótrúlega magnað og öflugt í raun og veru rannsóknar og vísindafyrirtæki. Og lyft upp háskólunum, já, bara ótrúlega dýrmæt samvinna. Tilvitnanir í greinar og eitthvað slíkt hjá þeim sem í háskólunum, að þá er íslenska erfðagreining líklega gert meira heldur en nokkurt annað fyrirbrigði, ekki? Já, bara mjög ótrúlega mikilvæg og dýrmætt og dýrmætt samstarf og þannig að þetta ákveðin vegferð sem við á og við erum ekki komin þar sem við viljum vera og þetta eitthvað sem ég hef verið að ræða og við mína kollega, þetta eitthvað sem að mér finnst ótrúlega mikilvægt að þarna sé ég mögulega tækifæri á uppbyggingu það verið að fara, það búið ákveða að vísindagarar byggi nýja byggingu, glæsilega nýja byggingu sem að hýsi rannsóknar innviði og þar verði fjárfest í samvinnu við aðra háskóla, stjórnvöld og svona þekkingarfyrirtæki í mjög dýrum svona, það kallar stjúptækni setur eða semst þetta eru dýr rannsóknartæki sem að ætti þá að nýtast vísindasamfélagi öllu. Við erum náttúrulega bara, ég vil bara minna á það aftur, við erum bara 4.000 manna þjóð. Við þurfum að vinna saman þvert á háskóla og við þekkingarfyrirtækin og þarna velti ég fyrir mér, getur þetta ekki orðið nýr vettvangur og mér finnst að öll fræðasvið og eiga þarna heima líka sem viðbót við það sem við erum að gera í okkar fræðasviðum. Má ég aðeins hanga lengur á háskólann í samfélaginu og þessa upplýsingaóreiðu og kannski það að auðvitað það sem að fólk hefði kannski talið á 7. áratugnum eitthvað að umræðan, tilfinning margra að umræðan verði eiginlega vittlausari eftir því sem að álíður. Ég hef tekið dæmi að hvort það sé gott því að ég tala oft við sagnfræðinga og spyrða stundum að því að menn stundar svona rannsóknir að endurmeta söguna sem alveg nauðsynlegt fyrir hvert samtíma að endurmeta söguna og því að hún breytist bara eftir því sem að við ferðumst. Og þetta eru rannsóknir á einstökum þáttum og hitt og þetta. En Íslandssagan sem er svona gengið út frá henni í almennu umræðu er ennþá bara Jón Aðals og ég vitna bara í hvernig Ólafur Ragnar eða Sigmundur Davíð talar svona, ef við tek svona stjórnmálamenn sem að vísa oft til sögunar, að þá er þetta bara gamla höfðingjasagan að
að við vorum frábær og svo mistum við sjálfstæði okkar og svo náðum við aftur og þá vorum við aftur frábær. Þannig að reyndar klikkaði svolítið í hruninu. En þú veist hvað ég meina, að háskólinn bara hleður upp einhverju þekkingu þarna á melónum. En hefur kannski ekkert svo teljandi áhrif á hvernig umræðan er. Ég hef líka spurt að því að sem að mér fannst svona undan fyrir 3-4 ár þegar umræðum innflytjendamál spannst upp og var oft byggð á svona bara einhver sem einhver hafði séð einhvern tímann í einhverju sjónvarpsfrétt einhvers staðar og líka svona einstökum málum þar sem kom kannski eitt glæpamál og sá sem fram til glæpin var innflytjandi og þá voru dregnar stórkallalegar ályktanir því ég veit að afbrotafræðingarnir hjá ykkur hafa verið að hlaupa á milli og reyna að setja eitthvað vit í þetta en ég kallaði svolítið eftir því að háskólinn bara stígi inn í umræðuna sem augljóslega var orðið mjög eldfim og hættuleg samfélaginu og kæmi með einhverja bara heildstæða rannsókn á stöðu innflytjenda, eru þeir að éta upp velferðarkerfið okkar, skilaðu ykkur til samfélagsins, yfir samfélagið svona menningarlegan, fjárhagslegan haga af innflytjendum, hver ávinningur okkar í þegar kemur 30 innflytjandi til landsins búin með sinn grunnskóla og menntun, eitthvað slíkt. En mér fannst háskólinn ekki svara þessum málum fyrir utan náttúrulega einstaka prófessora. En háskólinn sem svona heild fannst mér ekki ganga inn í þetta mál af svona ábyrgð. Já, einmitt. Já, þú hendir á loft mörgum punktum og ég auðvitað held að háskólinn hafi haft gríðarleg áhrif á íslenskt samfélag og hann hafi það ennþá í dag. En það er auðvitað þannig að við getum alltaf gert betur og eigum alltaf að vera að rýna í það hvernig, þú veist, hvað er það sem við getum gert betur, hvernig getum við haldið betur á lofti þeirri þekkingu og þeim rannsóknum sem að fræðafólk okkar er að vinna. En mér langar að benda á það að Háskóli Íslands er nú bara einn alþjóðlegasti stofnun landsins og hefur heldur betur aukað íslenskt samfélag með þeim hætti. Hér eru á hverju ári 2000 alþjóðlegir nemar af 800 doktorsnemum sem núna stundar nám eru 400 af erlendum uppruna og þannig að við drögum til okkar líka og við erum búin að vera að leggja gríðarlega mikla áherslu og leggja mikið af mörkum á því að styðja við okkar fjölbreytta samfélag við á höfuðstasviði er í raun og veru má segja bara séðum íslensku sem annað mál fyrir íslenskt samfélag, fyrir íslenskt atvinnulíf, fyrir íslenskt stofnanir, fyrir innflytjendur sem er að reyna að ná tökum á tungumálun okkar og fá verkfærin sem eru auðvitað lykillinn samfélaginu. Þannig að mörg hundruð manns stunda þar nám. Við erum sem sagt í raun og veru bara orðin svona alþjóðleg stofnun. Þú veist, í sumum deildum þá er það orðin svo stór hluti starfsmanna og nemenda af erlendum uppruna að það er bara að fara að tala ensku. Það er líka við á menntastasviði í doktorsnáman okkar. Við erum með 70 nema og ekki alveg með tölun á hreinu en þau eru orðin ansi mörg sem að eru að koma bara hvaðanæfa af og þetta auðvitað bara aukar og eflir okkur og þú talar að háskólinn hafi ekki stigið inn eða gefið út það er ekki oft sem háskólinn sem stofnun gerir það eða rektor kveði upp úr eða stigin, hann er auðvitað hann á að halda og það sem við gerum og okkar hlutverk er að skapa vettvang fyrir okkar fræðafólk að miðla, okkar nemendur og stúdenta til þess að vera rödd í samfélaginu. Og við getum örugglega gert margt betur, en ég tel, og ég hef auðvitað áhyggjur af þessu sem þú nefndir áðan, þú veist, þarna við kannski erum ekki alveg nógu svona góð í, við tölum í svolítið löngu máli og við þurfum alltaf að vísa í fullt af einhverjum heimildum og kenningum og rannsóknum til að rökstyðja mál okkar. Það eru þeir að tala við hvort annað, en ég er að tala að þegar háskólinn tala við samfélagi. Já, ég er að segja það. Við erum kannski ekki alveg nógu góð. Hann var ansi góður í því og það er alveg hárrétt. Og það er það sem við þurfum bara að þjálfa okkur svolítið betur í mörg að vera skýr, umbúðalaus en við erum dálítið gjörn á að setja fyrirvara af því við viljum líka vera varkár en ég held hér að háskólinn hafi verið og sé að mörgu leyti ansi leiðandi og þegar við lítum til
alls konar skýrslna, málþinga, viðburða og svo framvegis. Stjórnvöld, og þetta er dálítið balans, sko. Hvenær erum við farin að vinna einhvern veginn fyrir bara stjórnvöld eða þú veist að í þá einhver að gera eitthvað og hvenær, sko við verum alltaf að passa á þetta sjálfstæði. Já, en sko við þurfum auðvitað, ég hef einmitt talað fyrir því að sko það var nú eitt sem að við þrýstum á og fengum í gegn, að það var stofnað sérstakum hagnýtur menntarannsóknarsjóður fyrir 3-4 árum að svona norrænni fyrirmynd, meðal annars vegna þess að svona hagnýtar menntarannsóknir þær hafa bara ekkert áttrúslega upp á pallborð og það verið erfitt að fjármagna þær af því þær eru oft svona ekkert endilega stóra tölfræðilega meginlega rannsóknir þó þær séu líka mikilvægar heldur þetta oft svona svo kallar eiginlega rannsóknir, þetta eru svona starfendarannsóknir, við erum að vinna með kennurum og skólum að þróa starfshætti, kennsluhætti og þannig að sko en það er sem sagt í Svíþjóð starfandi svona hagnýtt svona menntarannsóknar stofnun sem meðal annars rekur þennan sjóð sem að útlutar árlega töluvert miklu fjármagni til svona menntarannsókna og skólarannsókna en þau gera líka svona úttektir, þau taka svona stöðuskýrslur, þú veist, hver er staða læsis í landinu, hver er staða drengja í skólastöri, hver er staða heilsueflingar og heilsu, skiljið, og þá er reynt að kalla borðinu og það er ákveðið svona verklega í kringum það. En það er, þú veist, og svo koma örgulega skýrslu sem örgulega margar rosalega góður og gagnlegar og með fullt af ábendingum og eru þá líka unnar með hliðsjón af alþjóðlegum rannsóknum og hvað er að gerast í öðrum löndum. Við erum alltaf að vera duglega að draga inn og læra því sem að reynsla annarra þjóða hefur sýnt okkur. En svo má alveg, þú veist, það má alltaf gaggrina þessi gögn og það er alltaf, þú veist, já, en þetta er hluti af því sem háskólinn að gera og háskólinn tekur svo, ef við lítum til hlutverk vísindasamfélagsins í viðbröðum við heimsfaraldri, ef við lítum til viðbröða og þess hvað fólk stekkur hér til þegar við erum að reyna að flytja heilt bæjarfélag og takast á við ótrúlega flóknar áskoranir. Jarðhræringar sem við höfum enga stjórn yfir. Það var, ef maður horfir á það, þá getur maður sagt því svo að við vorum ansi góð í steinunum. En til dæmis þegar fólki flúði, þegar það fór bara framhjá Bláa lóninu, að þá var eiginlega engin viðbrögð hvernig þetta taka á fólki á flótta á Íslandi og það er það sem að maður heyrði frá Grindvíkingunum. Þau voru náttúrulega óendanlega þakklátt fyrir svona því óformlega samfélag sem hittu hjálpsemi náunganna og hvað fólk var mikið til í að rétta þeim hjálparhönd. En þau töluðu að það var eiginlega bara enginn sem hafði gert ráð fyrir því hvaða raunir þau var að gangi í gegnum. Þetta er alveg ótrúlegt. Og það voru góður í steinunum en ekkert svo góð í samfélaginu. Nei, og það er auðvitað ekki, þú veist, þetta er náttúrulega sem betur fyrir þá lendum við ekki oft í svona hamförum en ég hef nú rætti heilmikið af fólki frá Grindavík og á þær bæði vini og fjölskyldu og þannig ég veit að við hefðum geta gert margt betur og við erum nú einmitt í samtali og viljum gjarnan í háskólana og menntavistarsviði vinna með þeim og félagsvistarsviði. Við vorum óundirbúin. Já, óundirbúin. Og við vitum í raun og veru ekki alveg hver staðan er í dag og ég held við þurfum að draga lærdóm á þessu. Ég held við þurfum einmitt að afla gagna upplýsinga, við þurfum að tala við Grindvíkinga og við höfum sérstakann áhuga á því til dæmis að rýna í og afla upplýsinga bara stöðu nemendanna, unga fólksins, hvernig gekk þeim, hvar eru þau í dag, hvaða stuðning hafa þau fengið og hvaða lærdóm getum við dregið af þessu. Því að það er, ég vil nú ekki vera með neina bölsýni en ég menna við höfum eftir að takast á alls konar áskorun í framtíðinni. Þetta er bara, við lifum á svolítið lifandi jörðu og Gætu að skoða það sem hefur gerst eins og í fortíðinni, eins og með Vestmannagosi þar sem við lifum eiginlega inn í góðsögum að það gaus og allir björguðust og svo snýr allir tilbaka, en það var bara ekki þannig Nei, það var meira en þriðungur sem snýr ekki tilbaka og það er hópur sem við höfum aldrei kannað og rannsakað sem kannski gefa okkur betri innsýn inn í það þegar þetta gerist aftur. Algjörlega, ég heyrði það mitt nefnt þegar ég var að tala við skólamannsku frá Grindavík og hún sagði, ég vildi óska við gátum til dæmis ekkert vita hvernig var brugðist við eða hvað gekk vel og hvernig þetta fór allt saman þegar fólki flúði frá Vestmannaeyjum. Það var ekkert svona skráð
Við eigum ekki nógu mikla sögur og frásagnir af því. Við eigum við góðsuguna, við viljum að búa í henni eins og ég var að vitna á þenni Jón Aðils að okkur hættir oft til þess að vilja búa í einhverju svona góðsug. En við Íslendingar erum náttúrulega ótrúlega bara harðgerð þjóð finnst mér og við hendum okkur alltaf út í djúpulögina og einhvern veginn og við ætlum svolítið til að fólk spjari sér og þú veist og hvað þá þegar við, en ég minna þetta er þetta er. Já, en talandi það að þú varst að tala um hvernig háskólinn sogar til sín fólk víða í heiminum inn í samfélagi hérna, en í samfélaginu eru mikill fjöldi innflytjenda og við fjölgar mjög hratt og við vitum það að þeim farnast ekki vel í skólakerfinu, margir eru bara dottnir út úr skólakerfinu áður en kemur til ykkar. Er þetta eitthvað sem að háskólinn á að bregðast við eða er þetta eitthvað sem að er bara verkefni framhaldsskóla og grunnskóla? Nei, mér finnst þetta að vera verkefni okkar sameiginlegt og auðvitað er það þannig að við Háskóli Íslands er alltaf stærsti kennara menntunarstofnun landsins, mentar líklega allan 70% kennara landsins fyrir öll skólastigin og ég náttúrulega fyrir utan alla kennarana sem eru að vinna eitthvað annað. Já, nákvæmlega. Þannig að ég nú heldur betur verið að vinna þessu með mínum kollegum og fylgst með þeim rannsóknum og sem að þau hafa verið að vinna mörg sem að einmitt sína og hversu mikil brekka þetta er og að koma hérna inn í íslenska samfélagið en máli er sem er kannski einna alvarlegast er líka bara hversu erfitt að vera annar eða jafnvel þriðju kynslóð innflytjandi. Við sjáum líka að þau eiga erfiðar uppdráttar og þetta snýst auðvitað félagatengslin og þennan félagsauð sem að þeim skortir og þeirra fjölskyldum auðvitað skulum við varast líka að tala þetta sem einsleitan hóp. Það er mjög fjölbreyttur hópur innflytjenda sem býr hér á landi en það við sjáum stærri hluti hans sem lokast inn í svona lágstéttum, lokast inn á leigumarkaði, getur ekki eignast, hefur lítinn aðgengi að menntakerfinu og hefur minni félagslegu hreyfanleiki. Þetta á ekki við alla innflytjendur en þetta er miklu algengara með þeirra heldur en annar. Algjörlega. Og þetta verður við sem samfélag að takast á við og við erum auðvitað að sjá sömu þróun og til dæmis á hinu Norðurlöndunum þar sem að innflytjendum hefur fjölgaði hratt og þeim fjölgar náttúrulega mjög hratt hjá okkur voru 3% þjóðarinnar síðustu aldamót og eru núna hátt í 20%. Þetta er náttúrulega mikil fjölgun á skömmum tíma og við höfum bara ekki verið undir þetta búin. Það verður bara að segjast eins og og við verðum að gera miklu betur. Og menntakerfið og þá vil ég bara taka háskólan með inn í það. Háskólinn er hluti menntakerfisins, hann er auðvitað æðsta menntastofnun landsins og við þurfum að vinna miklu skipulegar. Það er svolítið áhugavert, það er nefnilega í lögum og aðalnámskrám, leikurinn og framhaldsskóla, þar er rík áhersla á samvinnu milli skólastigana og samfellu og það eru svona ýmsir og það er reyndar held ég sé nú brotalamir á því hvernig það virkar ekki alveg nóg vel eins og til dæmis þegar framhaldsskólinn var styttur heilt ár og það var engin samvinna við grunnskóla, það var engin breyting á því sem gerist í grunnskólanum sem var svolítið sérstakt og en þannig að þannig að áskorun er allstaðar þegar kemur að því að styðja við nemendur erlendum uppruna og við höfum verið að leggja ríkara áherslu á þetta í okkar námi á menntavistarsviði. Við höfum líka verið með sérstakt átak til að fjölga kennurum af erlendum uppruna og í samvinnu við hugstæðsvið höfum við sett á laggirnar diplómanám sem heitir Íslensku stoð í menntavistum. Þar sem að því að til dæmis í leikskólanum okkar þar er stór hópur af starfsfólki af erlendum uppruna sem að sinna þessum mikilvægu störfum en vilja auðvitað og þurfa auðvitað að fá stuðning, geta sótt sér menntun og reyndar eru sum þeirra og það sem kom okkur óvart var að mörg sem sótt þetta nám voru jafnvel þegar með kennsluréttindi en voru bara þurftu íslenskuna, sterkari íslensku kennslu og líka bara að fá fræðslu og
svona umhverfið og menntakerfið á Íslandi, bara setja sig inn í það. Og ég heldur líka að nefna það að við erum á menntastasviði höfum haft árabil núna alþjóðlega nám í menntunarfræðum sem alfarið kennt á ensku og eina námið sem bæði á grunn- og framhaldsstigi til boða á ensku. Núna til dæmis sjáum við mjög aukna aðsókn í það, meðal annars vegna þess að önnur Norðurlönd hafa sett skólagjöld fyrir nemendur utan EES. Og þannig að við þurfum bara að halda fram veginn. Þetta er kannski sambærileg spurning sem tengist nemendunum, því að nemendunir hafa atkvæði rétt í rektorskjöri og eru hluti af þessu stóra samfélagi. Það lánasjóður var settur á þessum tíma til þess að tryggja jafnrétti til náms og það var litið svo á að það væri fjárfesting samfélagsins, samfélagi væri að fjárfesta í menntun. Ég segi þetta núna því að það oft litið svo á að fjárfesting sem svona einstaklingsbundin menntun sem að einstaklingurinn kaupi sér til þess að standa betur á vígi í einhverju samkeppni sem að samfélagið okkar ávist að vera. Menntasjóður núna, hann kom fram í fréttunum í síðustu viku, hann á 30 milljarða á bankabók. Að hluta til ástæðan svo að það minna sótt í að taka lán hjá sjóðnum vegna þess að það nýtist illa. Krakkarnir sem koma efnaminni heimilum að þau taka námsláni, þau duga varla fyrir húsaleigu, þannig að þau þurfa að vinna líka og með því að vinna þá skerðist námslánið og þar með þau hættaðu að taka lánið og eru komin í fulla vinnu og eru í fullri vinnu á sama tíma og námið á að vera full vinna, kannski við hliðina á fólki sem kemur úr krökkum sem koma frá sterkari heimilum sem að geta einbeitt sér að náminu og þá allt í einu þessi gamla hugmynd sem að var búin til í kringum lánasjóðun að auka jöfnuð og styrkja samfélagið, tryggja það að við fengjum fólk úr öllum stéttum, öllum heimilum, alls konar bakgrunni til þess að sækja sér menntun og það því öflugra fyrir samfélagi. Að einhver leyti það eins og það sé bara að bresta fyrir framan augunum á okkur. Nákvæmlega. Ég ætla bara að byrja að fá að segja að þú ert að nefna svo mikið lykilatriði. Menntakerfið eitt stærsta jöfnunarverkfæri samfélagsins. Þess vegna þetta mikil áhyggjuefni þegar við sjáum hópa jaðarsetta dett út og ekki ná þeim árangri og ekki koma inn í framhaldsskólana og háskólana. En þetta í raun og veru auðvitað alveg óásættanlega staða að lánasjóðskerfið okkar, það ekki að gegna því hlutverki sem það skildi. Við sjáum þetta á öllum samanburð og tölfræði. Við skoðum stöðu íslenskra háskólanema við þær þjóðir sem við berum okkur saman við. Hversu ótrúlega stór hluti þeirra í starfi með námi. Íslenskir háskólanemar þeir líka eldri, svona meðaltali heldur en á Norðurlöndunum og mun oftar með fjölskyldur. Og ég tel gríðarlega brýnt að íslensk stjórnvöld vinni að því á næstu árum að innleiða námsstyrkjakerfi eins og við á Norðurlöndum. Til þess að geta verið þetta jöfnunartæki, til þess að gefa öllum kost á að sækja sér menntunar. Það eru ákveðin jákvæð skref sem hafa verið tekin en það að segja að hluti námslána breytist í styrk 10-20% ef þú líkur á réttum tíma sem náttúrulega gríðarlega erfitt fyrir okkar nemendur. Sérstaklega það sem í fullri vinnu. Já, og þetta bara einn stærsta áskorun. Vistu að Gunnar, það bara því miður allt og mörg dæmi það að háskólanemar séu fullri vinnu og jafnvel í fullu námi. Og hér á menntastasviði þetta einna algengast þar. Það svona 70% held í okkar nemum í í hlutastarfi og allt og mörg eru í fullu starfi og þegar í leikskólakennarnáminu þá eru yfir 90% nemenda í 50-100% starfi og það segir sig bara sjálft að þau ekki að ná að helga sér náminu sínu, það mikið álag á þeim. Við erum að sjá líka, þú veist, bara fólk, allt og mikið það að fólk bara gefist upp á sér vegferð og svo líka bara mikið það að við erum að brautskrá kennara sem eru bara búin að vera að starfa við kennslu í 2-3-4 ára því það búið að næla í þau
á 3. ári eða öðru ári í grunnnámi, þá eru þau kannski bara komin í starf í skóla, af því að kennarar nú menntastur sem mentar margar fagstéttir. Kennaramenntun ein þeirra, við mentum líka uppeldis- og menntunarfræðinga, við mentum þroskaþjálfa sem eru farnir sem starfa í skólunum og víðum samfélagið, tómstund- og félagsmálafræðinga og svo margt fleira. En sko, ég tala kennarana vegna þess að þetta svo, vegna þess að skólarnir okkar eru auðvitað, það svo ótrúlega brýnt að við styðjum við nýliðun í stétt kennara og styðjum við kennarana landsins. Þannig að þú veist, þetta búið að vera ótrúlega, þetta eru svo mikla áskorunir og hér verðum við verðum að vinna með stjórnvöldum að því og sveitafélögunum þar sem að kennaranemarnir okkar starfa, að þau geti helgað sér náminu, að það sé hægt þá í þeim tilfellum þar sem að að því nú getum við ekki bara tekið allt þetta fólk inn í námið og þá bara myndu leikskólarnir tæmast. Þannig við erum búin að vera árabil að leitast við að skipuleggja nám með starfi. En við viljum auðvitað líka geta séð, við viljum að unga fólki okkar sem eru á brautskrifstofu og framhaldsskólum að þau komi líka inn. Og nú erum við að flytja í sögu sem eitt stærsta verkefni sem að ég og mitt samstarfsfólk hefum komið að. Við erum að ná þeim gríðarlega árangri eftir að 17 árum eftir að Kennaraháskólinn sameinast Háskóli Íslands og Menntastarssvið verður til, að við erum að flytja á aðalsvæði háskólans. Þetta svona loka skrefið í þessari sameiningu. Og ég ótrúlega stolt af því að hafa átt þátt í því að koma þessu að gera þetta veruleika með stjórnvöldum og með núverandi rektor og með öllu mínu fólki, því að þetta búið að vera 5-6 ára gigantísk vinna og frá því að Saga var keypt í lok árs 2021 þá búið að vera mikil samráðsvinna, fundir, gagnaöflun, hönnun, taka alls konar ákvarðanir og þetta stórkostlegt. En þarna viljum við fylla húsið af fólki og þetta eru tækifæri fyrir háskólasamfélagið allt vegna þess að þarna verður í fyrsta sinn á háskólasvæðinu sérhæfð aðstaða til kennslu list og verkreina, við verðum með fullbúna leiklistastofu, myndlistarrými, tónlistarrými, textilrými, smíð og hönnun og við erum í samstarfi við verkfræði- og náttúruvísindasvið og Reykjavíkurborg á fyrstu hæð verður ótrúlega öflug svona tækni- og sköpunarsmiði og svona frumgerðar smiða til hönnunar, til miðlunar, til stafrænnar til að búa til prototýpur og hvað veit maður, hvað veit ég, hvað gert við þetta allt. Þetta ótrúlega spennandi. Ég hugsa þegar ég keyri fram í þessu húsi hefði ekki bara verið ódýrara að byggja nýtt hús. Ég nú ekki viss það, sko. Ég ekki viss það. Þetta lítur að kosta óheyrilega pening. Já, það alveg rétt. Umbreyta hóteli í þessu hóteli. Já, nákvæmlega. Húsið sjálft kostaði 5 milljarða og það var áætlaður 1,5 í endurbætur og við erum nú að fara fram yfir það. Það nú þannig. En hins vegar má ekki gleyma því að við erum að leggja grunn til margra áratuga og ég skal segja það að upphaflega hafði ég ekki trú á því að hótel geti breyst í háskóla. En þegar ég sá teikningar og þegar ég sá hvernig þetta hús hannað og tækifæran inni, þá varð ég fljótt sannfærð og þetta ótrúlega, þetta verður glæsilega aðstæða og mikið lyftistöng. Herðu, Kolbrún, af hverju viltu vera það rektor? Ég vil fá að leggja mitt af mörkum í þessum mikilvægu verkefnum sem framöndan eru. Ég búin að fá tækifæri og hef leitt 1 af 5 fræðasögnum, þannig að ég þekki innviði háskólans mjög vel. Ég búin að vinna mjög náið með hinum fræðasögnum og deildum. Ég búin að vinna mjög öflugt með stjórnvöldum að því að efla mitt fræðasvið og ná þar miklum árangri. Við höfum, eins og hér hefur verið talað við erum að flytja heilt fræðasvið, við höfum stórfjölga nemum, við höfum elt sértekjur okkar verulega. Þannig að ég líka þannig gerða að ég ég veit hvar mínar takmarkanir liggja og ég veit hvar ég verða að ráðfæra mig við aðra og hvernig ég virkja fólk með mér. Það eru mínir styrkleikar og ég heldur muni nýtast ákvæmlega vel í embætti rektors. Gangið vel í rektorskjörinu. Takk fyrir. Takk fyrir að koma hingað. Takk. Nú erum við búin að tala við þau 5 sem að búa á landinu og hafa búið sér fram til rektors. Það verður kosið í næstu viku og líklega verður önnur umferð. Þetta svona eins og í biskupskjöri og svona
ýmsu kjöri víða heim og í formans sjálfstæðisflokksins fleira að þú þarft að fá 50% til þess að ná að vera rektor. Þannig að þið eru 5 í framboði, þá nú flestir sem gera ráð fyrir því að verði kannski önnur umferð og við sjáum til hvort að við fáum þá þau 2 sem að verða í því kjöri hingað aftur að Rauðaborðinu en setja punkt aftur við umfjöllun okkar háskólasamfélagið þessu sinni. Framundan hins vegar á Rauðaborðinu eitthvað allt annað, við erum alltaf að reyna að skilja þetta samfélag. Næsti kafli eftir augnablik. Allt það besta ókeypis. Knúsaðu vini þína. Samstöðin þar sem manneskjurnar koma saman.